Jæja, þá erum við komin út af Götubarnum, komin allar leið austur í Vaðlaheiði, þar sem að verktakar hafa að undanförnu verið að sprengja fyrstu metrana að göngunum í gegnum Vaðlaheiði. Og hérna á eftir mér er að koma bæði ráðherrar, alþingismenn og sveitarstjórnarmenn hér á svæðinu og forsætisráðherrann okkar, hann Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, hann ætlar að sprengja fyrstu formlegu sprengjuna. Þar með fara göngin, ef ég man rétt, úr 35 metrum og yfir 40 metra. En hvað ætli ráðherrann segi þegar hann er búinn að þessu, að þetta hafi verið ákveðið kikk að sprengja? Sigmundur, var þetta ákveðið kikk að ýta á hnallinn? Það er alveg að segja það. Þó ég hafi lengi haft áhuga á sprengjum, aðal á gamlárskvöld, þá er þetta svolítið annað og ég hlakkaði til en þetta var ennþá stærra og skemmtilega en ég átti von á. Nú hafa þessi göng ekki verið óumdeild, þurfti dálítið átak til að koma þessu á koppinn eins og sagt er. Hefur þú trúað því að menn átti sig á því að þetta sé stór samgöngubót þegar tímann líða? Það held ég örugglega og eins og ég nefndi hérna áðan, þá er þessi sprenging í eðli sínu kannski svolítið sérstök vegna þess að yfirleitt eru sprengjur þess eðlis að það er sundra en þessi sprenging er vonandi liður í því að sameina. Þingmenn kjördæmisins eru sameinaðir í þessu máli, sveitarstjórnarmenn, þeir sem að verkefninu sjálfu standa, íbúarnir, fyrirtækin hérna og ég held að með tíð og tíma munum menn verða mjög fegnir að þessi samgöngubót verði komin. Er þetta svona, kom að segja, þverpólitísk aðgerð? Já, hún hefur verið það að minnsta kosti hérna innan kjördæmisins. Og eftir því sem að framleiða stundir held ég að sáttin verði enn víðtækari. Og væntanlega verða næstu göng milli Eskifjarðar og Neskaupstaðar búið að semja það aðrir banka eins og Seyðfirðingar. Hvað getur þú sagt Seyðfirðingum? Já, ég get sagt Seyðfirðingum að ég hafði mjög gaman af að sprengja þessa sprengju hér í dag og vonandi líður ekki allt of langur tími að ég get eða einhver annar fengi að sprengja það þeim. Jæja, það ríkur enn úr göngunum. Hvað segja Þingeyingar? Sýnist þér þetta sé skref til þess að sameina Þingeyinga og Eyfinninga? Já, ég er alveg sannfærður það að þetta sé eitt af skrefunum til að auka samvinnuna hér á milli. Ég veit ekki hvort þetta mun leiða til einhverja víðtækari sameiningu sveitafélag. Það mun tíminn leiði ljós. En þetta er stór dagur í okkar huga og ég var nefnd að segja það hér áðan í spjalli að þarna er verið að ryðja í burtu eina fjallveginum sem er á milli Húsavíkur og Akureyrar og það hlýtur að skipta miklu máli upp á komandi tíma. Þegar göngin verða tilbúin, verða þetta þá ekki eitt atvinnusvæði, bæði hér Eyjafjarðarmegin og Þingeyinga megin? Jú, það er alveg augljóst og í allir vinnu okkar varðandi uppbygging orkufrekum iðnaði hefur það oft komið fram að þetta væri svona lykilatriði í því að búa til eitt öflugt atvinnusvæði hér á svæðinu og þá að verða það með þessum Vaðlaheiðargöngum hérna. Þannig að þetta er mikill hátíðisdagur í okkar huga. Til hamingju með daginn. Já, takk sömuleiðis. Það hefur stundum verið reykur úr umræðinu varðandi þessi göng, en er orðin sátt þau? Já, ég held það nú. Það hefur alltaf upp á sig að halda þeim þrætum áfram. Nú er þetta orðin staðreynd og virkilega stór og ánægjulegu dagur. Og ég vona bara að mannvirkið sanni það svo þegar það verður komið til sögunar og í gagnið að þetta átti rétt á sér og þá hjaðna nú efasemdirnar. Ég var nú rifjað upp að flestar af stærstu samgöngu framkvæmdu þjóðarinnar hafa verið umdeildar áður en að í þar var ráðist. Borgarfjarðarbrúin, Vestfjarðargöngin, Hvalfjarðargöngin, Héðinsfjarðargöngin og núna þetta. En leið og þetta komið í gagnið þá skilur eiginlega enginn hvernig við fóru áður en þetta kom. Ég spáði þetta verði eins með Vaðlaheiðargöngin að þau í fyllingu tímans verði flokkuð með svona lykilmannvirkjum í samgöngukerfi landsins. Ég sá að komin hérna hálfur inn í gangnamunnan áðan, ertu að sækja sumarvinnuðina? Já, það var nú svona jarðfræði áhuginn. Mér langaði að sjá hvernig grjótið væri sem að koma út. Þetta er þétt og fínt berg enn sem komið að minnsta kosti.
og veit vonandi gott. Þannig að þetta ætti að ganga vel. Já, ég hef alltaf trúað því að Vaðlaheiðin yrði svona frekar góð. Ég hef engar áhyggjur af berginu, það frekar vassægi sem gæti einhvers staðar orðið svona til einhver óþæginda. En ég er bjartsýnn á að þetta gangi vel. Já, það spurning hvort ég hef réttindi á þessu stóru tæki hérna. Ég gat keyrt vörubíl í gamla daga en ég veit ekki hvort ég má stíga upp í búkollu. Við sjáum til. Þú gæti kannski náð prófi. Ég gæti gert það, væri gaman að leggja hönd á plóg. Nú hef ég meiri tíma. Er þetta ekki langþrá stund í þínum huga? Jú, þetta er skemmtilegu dagur, sprengidagur í Mikli í Vaðlaheiðinni og þetta er verkefni sem búið er að vinna lengi og bæjarstjórn Akureyrar fór að vinna samhent í þessu 98 og svo kom önnur sveitafélag á svæðinu að og þingmannahópurinn allur og þegar að menn leggja saman krafta sína á öllu svæði þá ber það árangur og við erum að upplifa það mjög sterkt í dag. Sýnist þér að þetta sé skref í þá áttina að sameina Þingeying og Eyfirðinga? Það fer svona örugglega eftir í hvernig loftvogin stendur hérna hinum með Vaðlaheiðina en það kemur örugglega í ljós en það er alveg tvímælalaust að þetta mun verða til þess að efla samband og samgöngur hér á milli þessara svæða og styrkja það vitund fólks á svæðinu að við þurfum á öllum að halda og vinnum hvert með öðru og stöndum hvert með öðru þannig að þessi jarðgöng þegar þau verða komin, þessi mikla samgöngubót mun í mínum huga tvímælalaust styrkja forsendur búsetu á öllu þessu svæði. Já.